Já, það eru 3 hryssur sem koma hér fyrir hönd Jaðarsbúsins. Það eru, við kynnum þær aðeins betur og við byrjum á að kynna þá rauðu sem fer fremst. Þetta er nú dáð frá Jaðri. Rauð klófest undan stíganda frá Stórahófi sem við sáum hérna áðan. Og flóð frá Feti sem er einn af stofnhrissum búsins. Og knapi á henni dáð er Flosi Ólafsson. Og þá kemur hún Védís Jörn undan stíganda frá Stórahófi og Gyðju frá Gígarhóli. Knapi er Ólafur Ásgeirsson. Og þá er það þriðja hrissan sú brúna sem hann Daniel Jónsson situr. Þetta er Nótt frá Jaðri, hún er undan Þristi frá Feti og Flúð frá Stórahófi. Og þetta eru ungar hrissur og eftirtektarverðar. Og hrossakjaftabúið á Jaðri hefur náð athyglisverðum árangri á stuttum tíma. Og gaman að sjá þessar ungu og efnilegu hrissur, já, meira en efnilegu. Þetta eru bara toppmeirar hérna. Já, það segir hér hana Védísi að hún hafi vakið mikla athygli á betamótinu í fyrra, aðeins 5 metra gömul og hlaut þar 8,43 og 7,67 í pölting. Já, og svo brúna sem að Daniel á, og hún hefur líka sprengt sig á keppnisvellinum og fór meðal annars í fyrra aðeins 5 metra gömul í keppni í A-flokki gæðinga og hlaut þar einhvern 8,49 og sigraði glæsilega. Já, hér eru 2 hrissur undan Aronssonum stíganda frá Stórahófi sem er í eigu búsins. Stórglæsilega hrissur á tölti, það er svo rauða og jappahissan sem er að fara hér út húsið. Og síðan er það Kristóttirinn Nótt. Sannarlega stórglæsilega hrissur. Ragnar ræktar kross og hér kemur svo rauða. Þetta er hún dáð, stígandadóttir. Og þarna kemur hún Védís, einnig stígandadóttir. Stórglæsilegar merar á tölti, hágengar, fasmiklar. Og svo er það Þristóttirinn Nótt. Og hér kemur hann, sá mikli sóma knapi og hestamaður að Gísli Gíslason og að Trimpill frá Stóraási, sonur Þokka frá Dýrholti. Já, og móðir Trimpills er Nóta frá Stóraási, fyrst verðin að hrissa undan Oddi frá Selfossi sem henni nú vel hér slóðir. Og Trimpill, þessi glæsi hestur, hann hefur hlotið í einhvern fyrir hæfileika hvorki meira en minna en 9,01 og þar af 10 fyrir skeið, 9,5 fyrir viljageðsla og 9 fyrir töff, vegur í reið og hægt töff með 8,57 í aðalengur. Og mér minnir endilega ég hafi séð það einhverstaðar daginn að Trimpill yrði hér á Suðurlandi, allavega hluta úr sumri. Hann verður í Landeyjunum, þeir eru menn í Landeyjunum og það er endilega að tryggja sér pláss þeir sem hafa áhuga á því. Og það eru þetta Gísli sem situr Trimpill. Þá er það rauði hesturinn, hann Hrynur frá Hrísdal, hann er undan Þóroddi frá Þórólfsstöðum og Sigurrós frá Strandarhjáleigu, Kvistdóttur. Þessi hestur hefur hlotið 8,31 fyrir hæfileika, þar af 9 fyrir brokk og 9 fyrir vegur í reið og er með 8,22 í aðalengur. Fasmikill hestur. Svo er það sá þriðji, það er hann Krapi. Já, hann Krapi frá Selfossi. Sá Gráskjótti. Hann er undan Spóa frá Hrólfsstaðahelli. Frábær alliða hestur sem við sáum á landsmótinu í sumar, þá sýndur af Sigurði Vigni Matthíasinni. Nú er það Valdimar Bergstad sem sýnir hann, en þau eiga þennan hest í dag. Og hann hefur hlotið 8,09 fyrir sköpulag og 8,58 fyrir hæfileika, þar af 9 fyrir brokk, skeið og vilja og geðsla og í aðalengun 8,39. Sjáu þið Gísla, það held ég hann tölti fallega þessi hestur og með 10 fyrir skeið. Ef við ekki að klappa fyrir honum, kynbótaknapi ársins, Gísli Gíslason.
hefur við ekki að klappa fyrir honum. Trippin og Gísli Gíslason. Hrynur frá Hvísdal og Siguroddur Pétursson. Og að lokum Krapi frá Selfossi og Valdimar Bergstad. Við gefa þeim gott klapp þessum klárum. Hrynur, sjáu þið þetta. Og svo kemur hann Krapi hér. Þeir eru glæsilegir þessir 3 hestar. Og svona alvöru. Tíu fyrir skeið. Og svo Hrynur. Og að lokum Krapi. Landsmóti tvisvar. Og hér segir í umsögn að hann Gísli gefur fljúgandi gæðinga með frábært geðsla og við ætlum að sjá sýnishorn þeirra hér næst. Gjörið þið svo vel. Þetta eru afkvæmi Geisla frá Sælukoti. Já, og fyrir hópnum fer Gróði frá Naustum, 7 metra gamall, stóðhestur, undan Snörp frá Naustum og Knappi á honum er Steingrímur Sigurðsson sem að sýndi og keppti svo eftirminnilega á honum Geisla og sigraði landsmótið tvisvar. Hefur ekki að klappa fyrir Steina. Frábært Knappi, já. Hann hefur lært að leigja sig á Hafliða. Og þá kemur Kilja frá Grindavík, 6 metra undan Kilju frá Norðurhvammi. Eigandi er Hermann Þorsteinsson Ólafsson og Knappi er Jakob Svavar Sigurðsson. Og þriðja hrossið er svo Sif frá Helgastöðum 2, hún er brún 6 vetra gömul og undan hrissunni Strípu frá Helgastöðum 2 og það er þeir Loftur S. Magnússon og Þorsteinn Gunnar Þorsteinsson sem eiga þessa hrissu en Daniel Jónsson er Knappi. Já, þetta eru sannarlega góðir fulltrúar að Geisla. Júandi, Rúm og Háking á Þölti. Já, það er alveg ofur að klappa aðeins. Já, koma svo. Daniel finnst aldrei leiðilegt að láta klappa fyrir sig. Þetta er glæsilegt hérna, sjáum hann Gróða hér á brokki, Kilja og lokum fer hún glæsileg umlitið á þessu. Já, hún minnir nú vant á föður sinn hérna. Þarna var mikill útgeislun á hestur, hann Geisli og Rúmur og afkasti hestur á gangi. Hestum og Steini sjálfur, glæsilegir eru þeir. Þá var það á Kilja. Og að lokum Sif og Daniel, glæsilegt. Já, góðan færði. Og það er nú svona farið að hitna þessi húsinu. Aftur í gegn, takk fyrir þetta. Já, sjáu þið. Tómas og Steini, já. Og svo hrissurnar á eftir Kilja og svo Sif og Daniel. Glæsilegt er það Daniel, takk fyrir þetta. Hér eru það mættar, þessar glæsilegu hrissur. Ég ætla að byrja á að kynna þér fyrst á Gráu. Þetta er Fura frá Stóru Áskisá, settin af Ólafi Áskisinni. Þessi hrissa er alsystir fyrstuvörna hestsins Eldfara frá Stóru Áskisá. Hún er undan Huginn frá Haga og Eldspýtur frá Stóru Áskisá sem er fyrstuvörna Þorradóttur. Síðan er það hrissan mér í miði sem hann Sigurður Matthíasson situr. Þetta er Hamborg frá Feti. Hún er undan Stíganda frá Leysingastöðum sem við töluðum svo mikið hér áðan. Og Álaborg frá Feti. Þeirri góður hrissur. Já, og síðan svo sem hann Þorvaldur Árni situr
Það var Helga Ósk frá Ragnheiðarstöðum, Orradóttir undan henni Hendingum frá Úlfsstöðum og hún er því sammæðra Herjólfi frá Ragnheiðarstöðum, Hending nokkur undan Hörgu frá Úlfsstöðum og Jarli frá Búðardal. Já, þetta eru glæsilegar klárhersur. Ef við ekki að klappa fyrir þeim, tvær jappar og ein grá Kvílingsdóttir. Það er sér glæsilegar þessar. Hvað finnst ykkur þetta? Það hefur ekki heyra smá klapp. Fyrir Vilja og Geðslá, hér kemur hann og Eva Dýrói situr hann. Og svo afkvæmi hans þau Eldur frá Köldvíkins á Rauði sem Jakob Svavar situr og Fura frá Hellu setin á Guðmundi Björgvinsinni. Þetta eru tveir sigurvegarar. Hún sigraði eftirminnilega 5 metra flokkinn á landsmótinu, hún Fura, og hann Eldur sigraði nýverið Ístöldi, þeir allra sterkustu daginn. Ef þú ekki að taka vel á móti þeim, Eldjárn frá Tjaldhólum með 2 frábær afkvæmi. Já, hann Eldjárn hefur verið að sanna sig núna seinustu árin sem góður kynbótahestur. Það voru mörg mjög athyglisverð afkvæmi undan honum á landsmótinu og hér eru tveir frábærir fulltrúar þeirra, Fura og Eldur. Eins og áður sagði sigraði Fura 5 metra á flokkinn með nokkrum yfirburðum og Eldur hefur verið að stilla sig inn sem virkilega sterkur höllari. Það má skjóta því að fyrir áhugasama að Eldjárn sjálfur verður til afnota á efri Rauðalæk í sumar og ábyggilega margir sem vilja nýta sér þennan góða hest. Ef þú ekki að klappa fyrir þessum frábæru hrossum. Það er ekki að hann fari flott hjá hann í Jakobs á Rauði, hestur. Ég held ég segi rétt að Eldjárn hafi verið í úrslitum seinustu 3 landsmótum í flokki. En hérna hægra megin, er ekki stemning hérna hægra megin? Jú. Alltaf fer hann höfðinginn sjálfur og hún Eva og svo koma þau Fura og Eldur, börnin hans. Takk fyrir ykkur kærlega fyrir. Þarna kemur fyrstur hann Kórall frá Eystra Fróðholti, þannig Aroni frá Strandarhöfði og Glettu frá Bakkakoti. Setin að henni Ragnheiði Huld Ásalsdóttir og síðan er það Hljómur frá Eystra Fróðholti, þetta Rökkva frá Hálfustöðum og Von frá Bakkakoti og setin af Auðun Kristjánsinni.
Já, hann Þórhall sammaður að Arion og Glettu og eitthvað Spá sammaður að þessi Gletta var enda nóð frá Brún og Særós frá Bakka. Og það auðvitað Rósin í Nafagatinu sem fylgir með líka. Tökum vel á móti Arion frá Eystra Fróðholti. Vertu velkomin! Og þó að Arion þurfi vart að kynna, þá þurfum við samt að gera það. Hann auðvitað undan orðasýninum Sæ frá Bakkakoti og Glettu frá Bakkakoti Óðsdóttur. Hann hefur lotið 8,94 fyrir hæfileika, 8,26 fyrir sköpulag og 8,67 í aðalleikum. Hann meðal annars með 9,5 fyrir tölt, 9,5 fyrir vilja og geðslag, 9 fyrir skeið og 9 fyrir fegurri reið og hægt tölt. Glæsilegur hann. Já, aðeins 5 metra gamall. Já, og þetta einn af þeim hestum sem verði í Holts núna í sumar. Og ég veit ekki hvort það ennþá hægt að komast að hjá hann. Ég held að sé alveg lönngorðið smækkurt, en sjálfsagt hægt að skrá sig á biðlista. Það má alveg reyna, það þess virði að komast að. Já, það er nógu innleikni á þessum Arion. Já, ekkert búið að afskrifa. Nei, hér ekkert afskrifa, engar tölur. Sjáum hann. Hvað finnst ykkur þetta áhörðu góður? Það var ekki aðmanni tölt í alveg hæstu þetta. Svo þeir Ljófur og Þórhall. Búinn að vinna marga glæsta sigra nú þegar og hug og hjörtu fólks. Fyrsta Kóra og Ragnheiður Rún. Glæsilegur takk fyrir þetta Daniel og hann. Það söfnuðust fyrir þennan toll litlar 700.000 krónur. Hér kemur hann fremstur, sjálfur Vatnsleysum kóngurinn eins og við köllum hann. Það er bara einn kóngur í Skagafirði og það er Björn. Ef við ekki að taka vel á móti þeim. Björn Jónsson, stórkóngi á Vatnsleysum með sín hross. En hann fer hér fyrir hópnum á Spes frá Vatnsleysu. Þá kemur Vignir Sigurðsson á Raunari frá Vatnsleysu. Og að lokum það Eik frá Vatnsleysu og Ævar Örn Guðjónsson. Og síðan án og einn eftir að laumast hér í salinn. Tveir stóðhestar eiga eftir að koma hér til viðbótar. Já, sá. Og við eigum eitthvað meira í bókahorninu. Hér koma þeir, skulum taka vel á móti Lord frá Vatnsleysu og Andra frá Vatnsleysu. Já, hér nær okkur áhorfendur Lord frá Vatnsleysu, Þóroddi frá Þóroddsstöðum og Lídíu frá Vatnsleysu sem við munum svo vel eftir þegar Björn keppti á henni. Og síðan það hann Andri, Undankortinni frá Kjarnóttum og Alísu frá Vatnsleysu. Já, og það má benda á það að Lord verður til afnota hér á Suðurlandi og það hann
Bjarni Þorkelsson sem hefur umsjón með því og þetta snúa sig til hans. Þessi hestur með 9 fyrir brokk, stöpp, vilja, geðsla og fegurð í reið, hvorki meira né minna. Glæsilegur hestur sem hann Hörður Óli Sæmundarson sýnir okkur hér. Svo það Andri sem hann Siggi Matt setur, hann með 9 fyrir tölt og 9 fyrir vilja og geðsla, 8.51 fyrir hæfileika. Glæsilegur hestur líka sem aldeilis verið að stimpla sig inn sem keppnishestur og þeir stefna hátt þeir félagar Siggi og Andri. En nú látum við tónlistina tala og hrossin leika lausum hala. Þetta eru vatnsleysu hrossin. Sjáum við þetta hérna! Já, þeir hafa nú verið þekkt fyrir það að geta lyft löppunum, vatnsleysu hrossin. Við munum svo vel eftir hvað Björn hefur íljað okkur hvað eftir hann á Glampa og móðir hans Lord, hún Lídía. Björn sigraði nú, varð Íslandsmeistari í tölti á henni og sigraði landsmótið. Frábær kjöftari. Já, það vantar ekki fótabúðir og baki þarna á hverju einasta hrossi. Þarna fara þau Ævar Örn og einn stafni. Það Björn Bóndi, takk fyrir þessa frábæri sýningu, Björnsi. Flottur okkur, virkilega gaman að fá okkur. Og hér það Lord. Kíkja á þetta sunnlendingar og sjáu þið svo að hann hérna dömar hann flotta. Já, bara gaman að því. Þetta er glæsilegur hópur. Það geislar af þeim krafturinn og hjörinn, fótabúðurinn, basinn, þetta er allt til staðar. Þökkum fyrir þetta, Björn. Hverjum fótabúðarhorsinn frá Vatnsleysu í Skagafirði? Fulltrúa. Við fáum hér inn að vita frá Kagaðarhóli og kynbótagnabba ársins 2012, Gísla Gíslason. Gjörið þið svo vel og verður velkominn. Þessi hestur undan Smára frá Skagaströnd og Kveiksdóttirinni Óperu frá Dvergstöðum og hann hlaut hvorki meira né minna en 9,5 fyrir tölt á landsmótinu 2011 þá 4 ára gamall og sannaði það enn og aftur í fyrra. Já, hann viti verður hér á Suðurlandi líka. Það er allt spennandi sem stendur okkur til boða hér á Suðurlandi í hrossaræktinni. Hann verður í Holtsmúla í allt sumar og þessi hestur, hann hefur hlotið meðal annars 9,5 fyrir tölt, 9 fyrir vilja geðsla, fegurð í reið og hægt tölt. Og hann ekki síður vel skallaður meðal annars með 9,5 fyrir bakólen. Glæsilegur hestur hér, hann vitið á Kagaðarhóli. Smárasson, einn af mörgum góður. Já, og ekki nú hægt að tala hann vitaður við svona hælunum Gísla svolítið, mikill fagmaður. Það er gaman að sjá Gísla á hestbaki, það er svo ljúft og gott taumandið og hann fer svo vel, þetta er listahestamaður, Gísli Gíslason. Og á þennan heiður virkilega skilinn að vera valinn kynbótagnabbi ársins. Og við ætlum að biðja þeim að koma inn á miðjuna, Gísli, því að við ætlum aðeins að fá að heiðra þig. Og það okkur sannur heiður að
fá því hér til okkar í kvöld og að sjá hann fyrir okkur sem erum að velta því fyrir okkur ennþá hvað við ætlum að gera í sumar. Þá er gott að vita góðum hest á næsta bæ. Við skulum gefa kynþáttaklapp ásins gott klapp til hamingju með frábæran árangur og fyrirmyndarmennsku. Já, við höfum ekki að klappa fyrir þeim. Klöppum í takt við tónlistina, kynþáttaknappi ársins 2012, Gísli Gíslason og Viti frá Kagaðarhóli. Og talandi fegurð. Og gleði og gaman. Já, hér eru þau mætt. Þau hafa heillað margan í vetur, þetta par. Þetta er Stjarnan frá Stórahofi og Þorvaldur Árni Þorvaldsson. Já, hún Stjarnan frá Stórahofi undan Glampa frá Vatnsnessu og Stígsdóttirinn í Vöngu frá Stórahofi. Já, og sammæra mikla flökkara Tuma frá Stórahofi. Þau hafa verið að gera það gott bæði í gæðingartími og kvöldinu í meistaradeildinni, slagtæmaköldinu. Eigum við ekki að gefa þeim gott klapp, taka vel á móti og leyfa þeim að hafa góðum við í smá tíma. Þorvaldur Árni Þorvaldsson og Stjarnan frá Stórahofi. Sjáum við þessa fegurð, þetta er lýstingur á þetta allt saman. Þetta er sannkallað hestagull, þessi hrissa. Ég held að það lýsingar voru í vel fyrir þér. Já, klappið fyrir þeim. Stórglæs fyrir að hissa og kveðjaður með dynjandi jólaklappi. Stjarnan frá Stórahofi og Þorvaldur Árni Þorvaldsson, takk fyrir þessa frábæru. Við getum kannski kallað þetta svona nokkurn veginn kveðjustund. Já, þau eru komin hér, ráðsmenn og konur hér á bæ. Það eru bústjórarnir, þau Guðmundur Björgvinsson og Eva Dýrhaugur. En þau munu kveðja þennan stað fljótlega.
Þau hafa nú fest kaup á jörðinni Efri Rauðalæk ásamt félaga sínum og ætla að flytja þangað núna í sumar. Þau Guðmundur og Eva hafa lyft grettistaki hér í Ölfushöllinni, starfað frábærlega þann tíma sem þau hafa verið hér, tóku hér allt í gegn ásamt eigendum staðarins og hafa rekið búið af miklum myndarskap, held ég óhætt sé að segja. Og þau sitja hér tvo glæsilega hesta, þá Uni frá Ósi og Sjóð frá Kirkjubæ. Og það er gaman að geta verið fyrstur með fréttirnar, en Sjóður frá Kirkjubæ er nú kominn í þeirra eigu ásamt þeirra viðskiptafélaga á Efri Rauðalæk og þar verður Sjóður til afnota í sumar. Og mun Sjóður frá Kirkjubæ ásamt Stormi frá Meirilæk verða fyrstu stórhestar hússins. Þetta hefur verið viðburðaríkur tími hér á Ingólfshvoli fyrir þau, sérstaklega kannski síðasta ár. Á meðan þau hafa verið hér hefur ýmislegt gerst. Guðmundur var auðvitað valinn knappi ársins í fyrra, hann bar Íslandsmeistaratitli, þau eignuðu sitt fyrsta barn og gengu óvænt í hjónaband. Þannig að þetta er eftirminnilegur og góður tími, en framtíðin er líka björt. Og við viljum bara þakka ykkur, Eva og Gunni, fyrir tíman hér og frábært samstarf á öllum sýningum, mótum og viðburðum sem hér hafa farið fram. Ykkar framlag hefur verið algjörlega til fyrirmyndar. Já, við skulum kallaðu hér inn á mitt gólfið, inn á miðjunni og þau víða hér stóðist honum Uni frá Ósi og Sjóði frá Kirkjubæ. Guðmundur nýbúinn að sigra meistaradeildina með glæsibrag. Verið stórt og mikið ári á honum og þeim báðum að sjálfsögðum. Ja, þau hafa sko sannarlega verið samstíga og samhent í þessu starfi hér á Ingólfshvoli og Hrossaræktarsamtök Suðurlands vilja þakka frábært samstarf og frábæra vinnu hér. Það hefur skipt sköpum að hafa svo öflugt fólk hér við stjórnvölinn. Og við óskum ykkur allsins besta á nýjum stað. Það verður gaman að fylgjast með uppbyggingunni á Efri Rauðalæk þegar að þau Gummi og Eva og þeirra fólk verður þangað komið. Eigum við ekki að standa öll upp aðeins og gefa þeim gott klapp? Já. Innilega til hamingju með nýjan stað og glæsilegan árangur og takk fyrir alla þjónustu sem þið hafið veitt hestamönnum hér í þann tíma sem þið hafið verið hér. Við höfum ekki að leyfa þeim aðeins að monta sig á þessum hestum, en þetta er nú tveir af aðal hestum sem þau hafa montað undanferð ár og munu nota í sinni hrossarækt. Það er tilvalið að enda þetta í góðri stemningu áður en við höldum inn í kosninganóttina. Við klappa vel fyrir þeim Gumma og Evu. Takk fyrir okkur. Þökkum fyrir frábært starf. Þökkum fyrir frábæra sýningu. Virkilega gaman að sjá öll þessi glæsilegu hross í kvöld.